Komiði sæl, ég heiti Margrét Sverrisdóttir og ætla að leiða ykkur gegnum þessa kynningu hjá Rannís hvernig á að fylla út umsókn í flokki 1, nám og þjálfun í skólahluta og fullorðinsfræðslu af því þessar umsóknir eru eins fyrir þau skólastig. Ég ætla að byrja á því að kynna nám og þjálfun stuttlega en fer svo yfir í sjálft umsóknareyðublaðið og fer í gegnum það lið fyrir lið. Ég vona að þið kynnið ykkur heimasíðun okkar erasmusplus.is því þar eru allar upplýsingar sem þið þurfið og ef þið hafið einhverjar fyrirspurnir tæknileg atriði þá getið þið sent post á eirun.sigurðardóttir@rannís.is. Á heimasíðunni erasmusplus.is eru líka greinagóðar tæknilega leiðbeiningar hvernig sótt og þar sækið þið umsóknareyðublaðið og fleiri hjálpargögn sem eru mikilvæg þegar þið eruð að fylla út umsóknina. En hvað snúast þessar umsóknir? Þetta eru tiltölulega einfaldar umsóknir sem allir skólar og stofnanir sem hafa áhuga á starfsþróun síns starfsfólks ættu að skoða nánar. Flokkurinn nám og þjálfun snýr að starfsþróun starfsfólks og veitir menntastofnunum styrki til að senda starfsfólk til að fara, nema og njóta og koma tilbaka sem betri starfsmenn með meira sjálfstraust til að sinna sínu starfi. Gert ráð fyrir að þeir sem fari geti kennt eða kynnt það sem þeir lærðu fyrir hinum sem ekki fóru. Þetta þannig ekki hugsað sem hópastyrkir, heldur þannig að skólinn eða stofnunin ná að styrkja sig og starfsfólk sitt á því sviði sem stofnunin hefur þegar skilgreint sem mikilvægt út frá rökstuddri þörf. Það er hægt að sækja fyrir allt starfsfólk stofnana, stjórnendur, kennara og annað starfsfólk. Styrkirnir í þessum flokki eru hugsaðir sem framlag til að ná stefnumiðum Evrópusambandsins í menntun, en Evrópa vill verða leiðandi í menntun og það er hægt að lesa sér til þessa stefnu ítarlegar, en hún heitir ET 2020 Strategic Framework for Europe Cooperation in Education and Training. Og hvað er hægt að gera? Kennarar, starfsfólk eða stjórnendur menntastofnana á öllum skólastigum geta sótt að fara í gestakennslu í samstarfsskóla, fyrirtæki eða stofnun erlendis. Og það er líka möguleiki að fara í starfsþjálfun og í henni felst þáttaka í fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum eða starfskynning, job shadowing. En ráðstefnur eru ekki gildar í þessum flokki. Það er ekki hægt að fara á 1-2 daga ráðstefnur. Dvalarlengd eru 2 dagar frá 2 dögum og upp í 2 mánuði að ferðadögum frátöldum. Þannig að stysta ferð væri þá hugsanlega 4 dagar, 3 til 4 dagar, 2 dagar dagskrá og síðan 2,5 dagar í ferðalög, mögulega. Styrkir eru veittir vegna ferða, uppihalds og námskeiðskostnaðar og umsýslustyrkur sérstakur til stofnunar og ég sýni ykkur hér á eftir hvernig styrkirnir skiptast nánar. Umsækjandi er skóli, stofnun, fyrirtæki, jafnvel félagasamtök sem sækja fyrir starfsfólk sitt og það er mjög mikilvægt að verkefni þurfa að tengjast alþjóðastefnu, European Development Plan, sem er eins konar starfsþróun skóla eða stofnunar og við förum líka nánar í það hér á eftir. Umsækjandi getur líka verið sveitarfélag eða skólaskrifstofur, því að þau geta sótt fyrir margar stofnanir innan sinna vébanda og þá heitast líkar umsóknir samstarfsnet eða konsortium. Þegar stofnun eða skóli sækir þarf hún að hafa markað sér stefnu evrópskt samstarf, European Development Plan. Og hver stofnun verður sem sagt að hafa áætlun það hvað hún vill fá út úr evrópsku samstarfi. Hvað þarf stofnunin helst á að halda í starfsþróun fyrir sitt starfsfólk og það er nóg að stofnun eigi slíka lýsingu á einu blaði en hún þarf að geta vísa til þeirra stefnumörkunar í umsókn
og að umsóknin falli að þeirri stefnumörkun sem getur verið til 2, 3, jafnvel 5 ára. Ferðir sem sótt eiga semst að falla að þessari starfsþróunaráætlun starfsfólksins. Og það þarf líka að vera skýrt hvernig starfsfólk valið, hvernig verkferlum háttað og undirbúningi og eftirfylgni. Það þarf líka að liggja fyrir hvernig á að meta það sem að numið erlendis og hvernig niðurstöður og lærdómur verða kynnt og nýtt innan stofnunarinnar eftir að ferð lýkur. Hér sjáum við hvaða þættir eru styrktir. Styrkurinn reiknast í einingum, unit costs. Ferðastyrkur, hann veittur eftir fjarlægð til áfangastaðar og þá notið þið fjarlægðamæli Distance Calculator sem þið finnið á heimasíðu Erasmus+. Viðbótarstyrkur, svokallað top up í budget, mögulegur vegna ferða til og frá afskekktum svæðum, en athugið það nauðsynlegt að sækja þennan viðbótarstyrk í umsókn. Einstaklingsstyrkur, individual support, sú styrkupphæð tekur mið af uppihaldskostnaði í dvalarlandi og lengd dvalar. Umsýslustyrkur stofnunar eða organizational support, hann veittur fastur umsýslustyrkur til stofnunar 350 evrur á hvern þátttakanda til að standa straum af framkvæmd verkefnis, undirbúningi, þáttöku og eftirfylgni. Síðan hægt að sækja námskeiðsgjöld, course fees, það eru 70 evrur á dag og loks stuðningur vegna sérþarfa einstaklinga með fötlun, special needs support, en það útlagður kostnaður vegna sérþarfa þáttakenda og hann greiddur 100% og nauðsynlegt að sækja þennan þátt í umsókninni. Og við hvetjum ykkur sérstaklega til að nýta það að það möguleiki að styðja fulla þáttöku fatlaðra í þessum verkefnum. Umsóknir eru metnar af sérfræðingum og það rétt að fara aðeins yfir þau atriði sem matsmenn vinna út frá þegar þeir eru að meta umsóknina. Því ef þið hafið þetta til hliðsjónar þegar þeir eru að semja umsókn þá eru kannski meiri líkur á að þið fáið styrk. Það sem skoðað sérstaklega tenging verkefnis við stefnumið og áherslur Evrópusambandsins. Það gildir 30 punkta. Gæði verkefnisins, skipulag og fyrirhuguð framkvæmd. Það gildir 40 punkta. Og síðan áhrif og dreifing niðurstaðna verkefnis sem gildir 30 punkta. Í handbókinni sem þið finnið á heimasíðunni þá ítarefni fyrir skóla á blaðsíðu 60-66 og síðan fyrir fullorðinsfræðslu á blaðsíðu 67-73. Þar mjög ítarlegar upplýsingar nám og þjálfun á báðum þessum skólastigum. Og nokkur atriði til minnis varðandi umsóknarferlið. Við biðjum ykkur að athuga sérstaklega að umsóknum í þessum flokki má skila á íslensku. Þið verðið að hafa sótt PIK-númer, þá koma allar upplýsingar sjálfkrafa stofnunin ykkar inn í umsókn. Það ein umsókn fyrir alla stofnunina eða skólan, þó að það séu margar ferðir undir þeirri umsókn. Markmið að hafa áhrif á skólastarf eða fullorðinsfræðslu. Styrkirnir eiga að stuðla að faglegri starfsþróun starfsfólks og munið að tilgreina ástæði eða útskýra þörfina og hvaða áhrif það hefur á alla stofnunina að geta nýtt sér þessa styrki. Og síðan að segja frá hvernig aukin þekking muni nýtast fleirum hjá stofnuninni og þannig styðja við stefnumótun og starfsþróun. Og að lokum bara minnum við á það að umsóknarfrestur 2. febrúar 2017 klukkan 11 en hvetjum ykkur jafnframt eindregið til að vera skila fyrr vegna þess að það geta alltaf komið upp einhverjir tæknilegir örðugleikar á síðustu stundu. Þannig að það ennþá betra að miða við 1. febrúar. Hér lýkur þessum hluta kynningarinnar og í næsta hluta verður farið yfir umsóknareyðublaðið lið fyrir lið.